Allir hlutir og allar sögur hafa upphaf á endi. Þetta vitum við. En stundum það þannig að sögur hefjast ekki fyrr en þú heldur að þeir séu að enda komnar. Og endirinn þannig alls engin endir, heldur í raun upphafið að einhverju magnþrungnu, einhverju allt öðru. Þannig var það til að mynda eftir að Skotti, Huppa og Freyja höfðu varið lengri tíma, einhverjum vikum sennilega, í að leita að hinum dularfulla gulllikli af áform þeirra snérust rækilega á haus. Þarna stóðu þau öll saman örþreytt fyrir framan rammgerða fjársjóðskistu úr tré, svítaflaut og sjúskuð eftir tilheyrandi svaðilfærir sem fólu meðal annars í sér slagsmál við risavaxna drekaflugu, almenna vosbúð og jafnvægistans á einstigi yfir hyldýpi. Freyja hélt upp í útþvældu fjársjóðskorti sem var í senn leiðarvísir þeirra og handbók og sagði: Ofan í þessari kistu gullíkillinn sem veitir okkur aðgang að henni týndu gullborg Mæjæja-fólksins. Kistan læst þannig að nú þurfum við bara að finna hinn hrikalega lásabrjót glataðara óska í píramída hinna svörstu steina hérna hinum einu hæðina og þá ættum við að geta opnað. Ég kom inn á þessari útilegu stjáningu, sagði Skotti og sparkaði þéttingsfast í lásin á kistunni þannig að hann hrökk upp og kistan opnaðist. Nákvæmlega, sagði Skotti leið og hann seildist ofan í kistuna. Fín stelpa, Freyja, en þú tilhengur til að flækja hlutina. Talandi að flækja hlutina, þá gerðust 2 hlutir nær algerlega samtímis á næstu sekúndum og aðstæður undur hressilega upp á sig. Skotti dró langþráðan gullíkilinn sigri hrósandi upp úr kistunni eins og íþróttakappi sem fagnar sigri með því að lyfta risastórum bikar. Á sama andartaki tók Vera sem hefði verið sveimandi á himninum fyrir ofan þau og myndi á samblanda páfagauk og fiðrildi, myndarlega dífu, steypti sér niður og hrifsaði ómetanlegt kortið úr höndunum á Freyju. Páfagauksfiðrildið skrækti glaðhlakkalega þar sem það flögraði letilega burt með kortið í klónum. Sagði Skotti þar sem hann stóð frosinn haldandi á gulllyklunum yfir höfðinu. Ég ekki frá því við getum verið í smá vesenni. Og þannig breyttist leitin að gullyklinum í flóttann úr frumskóginum.